sjálf. Komið sæl, í dag hefur verið vaxandi norðlæg átt á landinu og víða úrkoma norðanvert landið en þurrara og bjartara syðra og á stóra kortinu frá hádegi í dag eða nú seinnipartin í dag má sjá að það er lægð hér norðaustur af landinu og við áttum ekki hæðasvæði fyrir sunnan okkur og breytingin til morguns er nú svo að lægðin hér fyrir norðaustan land, hún er enn að dýpka og kemur nær landi þannig að það herðir heldur á vindi norðanvert landið og einnig á úrkomu. Og á hitasviðinu má sjá að það er kalt loft yfir landin okkar en kaldast síðastleina nótt fór í einstigs frost á Þeistareykjum og við Mývatn en hitinn í dag náði að komast í tæp 12 stig og næstu sólarhringana er reiknað með að verði kalt loft að koma til okkar úr norðri en þó verður heldur mildari tunga sem kemur hér inn að norðanverðu landinu á miðvikudag og aftur á fimmtudag en þannig að úrkoman verður líklega heldur hlýrri á fimmtudaginn en á morgun. Og skoðum hér hvernig viðvaranir eru og vindur frá því klukkan 18 í dag þá hafa tekið í gildi hríðarviðvaranir á hálendinu og víða norðaustan og austanlands og næsta sólarhringin er reiknað með að verði bæði vindaviðvörun hér á Suðausturlandi og appelsínugular viðvaranir hér norðan og austanvert landið en allt vestanvert landið er gert ráð fyrir gulum viðvörunum og einnig á höfuðborgarsvæðinu tíma á morgun. Þannig að í fyrramálið er reiknað með að staðan verði þessu lík nokkuð hvöss norðanátt allt land og viðvaranir vegna vinds og snjókomu á norðan og norðaustanverðu landinu og einnig á Austfjörðum, viðvaranir út af vindi hér suðaustanlands og einnig gular viðvaranir út af vindi undir Eyjafjöllum, víða á Breiðafirði og Vestfjörðum. Og svo seinnipartin á morgun þá er gert ráð fyrir því að það verði meiri viðvaranir eða öflugra veður bæði norðan og austan til á landinu, hitinn einungis svona rétt yfir frostmarki á láglendi en frost til fjalla og hitinn gæti helst náð svona 10 stigum syðst á landinu. Og skoðum svo hvernig þróunin er áfram, þá er reiknað með að annað kvöld verði áfram viðvaranir í gildi en þær fara svo smám saman að falla úr gildi hér vestan til þessar gulu viðvaranir en það er eiginlega ekki fyrir en aðfaranótt fimmtudags sem að líkur er á að einhverjar appelsínugula viðvaranir fari að minnka. Og á fimmtudag er þá staðan þessu lík áfram nokkuð hvöss norðlæg átt allt austan og norðanvert landið en hægari vindur suðvestan og vestan til, snjókoma eða slitta á hálendinu en slitta eða rigning til á láglendi norðan og austanlands og yfirleitt þurrt bæði sunnan og vestan til. Og svo á fimmtudag er áfram útlit fyrir að verði viðvaranir á landinu en ekki gefið út núna hvernig þær eru skipt eftir landshlutum. Það kemur frekar í ljós á morgun. Þá verður herðir heldur veðrið en hlýnar lítið eitt. Þannig að þá er búist við að verði mjög hvasst og mikil úrkoma á norðanverðu landinu en úrkomi minna sunnan til. Og svo á föstudag fer veðrið að ganga niður að mestu leyti, áfram þó norðlæg átt með úrkomu norðan og austan til en þurrt sunnan og vestan til. Og ef við skoðum hér önnur lönd í Evrópu þá er reiknað með að verði víða skúraveður í álfunni og hiti suður við Miðjarðarhaf í kringum 25 til 30 stig og á Íberíuskaga er gert ráð fyrir að verði sólríkt á morgun og hiti og yfir 25 til 30 stig og á Kanaríeyjum er útlit fyrir að verði einnig nokkuð þurrt á morgun en einhverjir skúrir verða þó af og til þar. Og í Norður-Ameríku er gert ráð fyrir þrumuveðri allvíða en hitinn hér suður við Mexíkóflóa hefur farið og yfir 30 stig. En hjá okkur er gert ráð fyrir að verði norðlæg átt á morgun, víða viðvaranir út af snjókomu eða hríð norðan og austan til en vegna vinds sunnan og vestanvert landið. Verði sæl.